Hvað Dóra að gera til dæmis? Dóra komin inn í... Að gera þetta svo gríðarlega vel. Já, ég var að mynda þetta. Þetta svona æfing sem heitir crossgang, þetta bara svona fímuæfing sem við liðgandi æfing sem gert aðalega til þess að liðga hestinn, en það náttúrulega líka, eins og þið sjáu, það þarf svolítið tilfinning til þess að gera þetta, til að láta hestinn gera þetta. Það æfir svo mikið samspilið á milli ábendingana sem á milli mannsins og hestins. Að hann svona, þannig að kemur Sólrún í sömu æfing, þannig að hesturinn teygja á þegar hann var krossum fætinu svona yfir, hann teygja á vöðvann. Þetta þvílíkur dans. Já. Maður þarf að vera mjög tæknilegur, vitt og ábending. Og hann þarf svona að hafa pínlítið tilfinning til hvað kemur næst. Fínt þarna, einmitt umbunaðan alveg bara svona. Ég myndi örugglega bara, þú veist, láta hestinn lappa á lengur. Ekki þú væri búin að vera hér. Nei, nákvæmlega. Það er akkurat. En þeir sem eru hér að læra, þessi byrja hérna, eru þau þá með mikla reynslu af hestamennsku til hópa? Það er mjög misjafnt. Það er að verða fleiri og fleiri sem hafa mikla reynslu. Það var færri í byrjun. Getur maður komið hérna að maður kann ekki neitt? Já, maður getur það. Þó maður hefur bara komið 2 ára hestbakka eða eitthvað. Þetta á að vera fyrir alla. Já. Og það er líka svona eins og grunnnámi. Fyrsta önnin, hún snýst eiginlega aðalega knapinn, eins og æfingarnir sem Guðrún að gera hérna á svarta hestinn í hringtum. Sem toga fótinn hérna aftur og kreppa hann upp. Þessi hérna innri, þetta er djúparbeygjusinni. Þið er alveg að skilja anatómíuna svona veit, sko. Síðan eru hérna sinna framan á sem að taka fótinn síðan hann er komin í þessa stöðu. Það togar hann fram og rétta hann fram. Þannig kemur niður. Að skilja hvernig anatómíuna Já, sko við erum í raun að ganga hérna. Já, nákvæmlega. Hérna. Já, eða er einn hérna alveg, sko. Þetta er hækill, þá erum við hérna. En hesturinn gengur uppréttur og gengur sem stá á þessum putta hérna. Og samsvarandi við okkur, þá erum við komin hingað upp. Það er þetta aldrei bara stóra tá? Þetta er miðtá. Já, einmitt. Það er hérna. Sem gerir það verkum, þetta er svona elegant hjá hann. Já, en hesturinn var í raun, sko, forstíð var hann með 5 persónbróðustennir í 4, 3. Já, það er svoleiðis, já. Og hérna eru bein, svokallaður griffilbein. Og þetta eru leifar sem staf, sem sagt hérna vísifingri og baugfingri. Og hérna. Þetta er algjörlega heimlandi. En hann er búin að góða sér. Veistu hvað ekki? Ég bara vissi þetta ekki, sko. En þetta er náttúrulega undirstaðan, hesturinn gengur á honum við sem að þekkja þetta, sko. Undirskriftarlistum sem við söfnum. Já. Þetta eru tæplega 500 undirskriftir. Já. Sem við söfnum síðasta fimmtudag á meistaradeildinni. Á einu kvöldi. Á einu kvöldi. Hvað voru það að gera? Á því kvöldi? Nei, hvað? Já. Og svona sem að biðja fólki hérna á Suðurlandi að styðja við okkur, að hvetja okkur áfram og efla brautina. Ok. Það er mikið af fólki sem er að vinna í þessum bransa. Ok, frábært. Þannig að ég fæ þetta að fá hérna að halda áfram uppbyggingu. Já. Og þið vitið það náttúrulega, nú er, þetta lagaumhverfið þannig að það er hægt að, það er mikið svigrúm innan skólana. Þannig að ykkar skóli getur í raun og tekið þennan kynnslóð og við erum alveg bara og mjög hlýtt því og opinn. Þannig að ég þakka kærlega fyrir. Takk sem leið. Takk fyrir. Þetta Bara glæsilegt. Takk fyrir þetta krakkar og gangi ykkur áfram vel. Já, gangi ykkur vel. Eru þið ekki ánægð með þetta? Eru þið hestamenn áður þegar byrjuðu hér? eru sumir sem eru bara
alveg að byrja frá grunni, já. Ég bara svona... Og ykkur draumir að vinna við þetta? Það er ekki derfi. Ég er alveg með þetta. Gallið við þetta er eiginlega að það sé ekki stúdentspróf. Já. Að maður stefnir á hóla. Já. Maður þarf eiginlega að taka fyrir aðra braut inn í. Meðfram, já. Og það er það sem er hægt að breyta með þessari nýju námskrá, að þú er hægt að hafa stúdentsprautir. Þannig að það er markmið á. Það er alveg raunverulegt markmið, sko. Það er mjög raunhæft markmið, vil ég segja. Herðu, frábært að sjá okkur gangi. Takk sem við leiðum. Þetta var mjög fræðandi líka. Takk fyrir þetta. Takk fyrir leiðum. Sæl, Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra. Þú varst að skoða hérna aðstöðuna í Votmúla og námið á hestafræðibraut. Hvernig líst þér á þetta? Þetta er náttúrulega fín aðstæða og mjög gaman að sjá í raun og veru kennsluna í aksjón, ef við getum sagt það, bæði að sjá kennsluna hérna í Reiðhöllinni og svo anatómínu sem var verið að kenna frammi. Þannig að það eru mjög miklu möguleikar hér á ferð. Nú eru hérna nemendurnir og margir kannski smá áhyggjufullir að verða ekki fjármagn til að halda þessu áfram og sem yrði náttúrulega mjög slæmt af því að þetta er þannig íþróttagrein, ef það er hægt að kalla hestamennskuna íþrótt eða lífstíl eða bara svo margt. Sko við náttúrulega tölum þetta sem íþróttagrein í menntamálaráðuneytinu, þegar hestamennskan er þetta tímalaust íþróttagrein og höfum þetta verið og viljum styðja við þetta. En þetta verður auðvitað verið í gangi í nokkur ár, þannig að ég held í sjálfu sér að þrátt fyrir mikið niðurskurð í framhaldsskólum þá þetta stuðlum við að því að þetta nám verði áfram í boði og þetta eru þetta bara í raun og veru kannski sá skóla á landinu sem býður upp á mest nám þessari grein. Þannig að ég held nú að það sé engin ástæða til að vera neitt svartsýn. Það eru heilmiklar hugmyndir hér uppi að þróa námið áfram og búið til sérstaklega stúdentspróf og innan nýju laganna og nýju námskránar þá eru tækifæri til þess. En það er eins og rétt að fjármagn almennt í framhaldsskólunum er á skornum skammti og kalla kannski á forgangsröðun og einhverju svona. Já, við svona lokum að því ég veit út af flýta er. Nú er náttúrulega bara að spyrja fyrir hönd kannski hestamanna sem er náttúrulega stétt bænda og meðal annars. Hvað er það svona mest á deiglunni hjá ríkisstjórn og annað til að styðja við bakið á hestamönnum? Við höfum auðvitað verið að vinna því að styrkja markaðssetningu á íslenska hestinum og það liggur auðvitað meira kannski yfir í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, þar sem svona hrossaræktin á heima. En síðan höfum við auðvitað séð mjög mikla þróun okkar megin í menntamálaráðuneytinu á sviði menntunar, bæði hér í Fjölbrautaskóla Suðurlands, þar sem hefur verið bæði vöxtur og þroski á þessari grein og svo auðvitað á háskólastigi, þar sem hestafræðin er eiginlega komin upp á háskólastigi bara á allra síðustu árum í Hólaskóla. Þannig að það er auðvitað mjög margt í deiglunni. Og er það ykkar markmið að auka möguleika fyrir unga krakka að koma framhaldsnám? Já, og ég held raunar auðvitað eru skólar land allt að horfa til þessa náms á framhaldsskólastigi. Þannig að það þarf auðvitað kannski að móta einhverja stefnu það og það er hópur í gangi núna í ráðuneytinu sem er að skoða sérstaklega hestafræðinám á framhaldsskólastigi. Þannig að við getum bara verið bjartsýn. Já, ég held það. Ég held að fólk hafi nú átt að segja á því á undanförnum árum að skipti máli svolítið að stuðla að fjölbreyttu atvinnulífi og þetta er tímalaust vaxandi atvinnugrein, hvort sem þú tengir hana við ferðamennskuna eða íþróttagreinina. Ég held að það séu miklu möguleikar. Bara ef við lítum til þeirra erlendu gesta sem eru að koma hingað, hvort sem eru hestamannamót eða bara nýta þetta sem svona lið í sínum ferðum. Þannig að ég held að möguleikarnir sé allavega miklu. En það er þetta kannski ekki spurning líka varðandi bara krakka unga fólki að það er náttúrulega sannað í rannsóknum og annað að ef að krakkarnir eru stunda hestamennsku þá leiðast þau síður út á villibrautar. Þetta er eins og bara, þetta er góð íþrótt og þetta er líka ýmsir möguleikar eins og tengdir sem bara lúta almennt að því við erum að horfa þá sérstaklega í nýju námskrána, við erum að horfa til sjálfbærni, við erum að horfa til heilbrigðis og fleiri þátta og þetta rímar auðvitað mjög vel við það. Heyrðu flott, takk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir það. Takk.